mér barst ákaflega áhugavert myndband frá, já, ég myndi segja aðdáanda þáttarins, ég eiginlega verða að segja annað. Þetta er aðili sem að telur sér mikinn réttlætisritara og góða mann og telur sér vera aðeins betri við hinn. En við skulum sjá myndbandi svo ég þurfi ekkert að vera að láta ykkur veltast eitthvað upp úr þessu eða giska á hvað ég sé að tala um. Byrjum bara að sjá þetta. Þetta var sent til mín. All you do is complain about other people existing, and it makes you uncomfortable like the little bitch you are. Fuck off. You're not Nordic fucking masculinity. You're about as much fucking masculinity as it takes to shit themselves when you meet somebody who's different. Because you're not secure in your masculinity, little fucking smelly balls. Go fuck yourself. Go fuck yourself with a fucking cactus, you little fascist simp. Ég teka fram að myndbandið er algjörlega óklippt. Ég hef ekkert átt við það og já, mjög mikilvægt að taka það fram. Ég spurði þennan aðila í kjölfarið, þessi maður heitir Einar Valur Bjarnason Mokk, ég veit ekki hvernig hún bara fram. Og ég spurði þennan aðila hvort hann væri að fá sér, því að mér fannst þetta mjög undarlegt að fá svona skilaboð. Við skulum sjá hverju hann svara því. Much masculine. Balls. Go for it. Fyrir hjá, ég er búinn að fá mér. Skemmta mér. Það er ekki vandamálið. Sama hversu mikið nokkru sem ég tæki væri ég aldrei eins heimskur og þú samt sem aður. Og hvort heldur ég er hrikalegur með víni eða ekki, hlýtur það versta að vera svona ógeðslega heimskur án þess. Getur þú frætt okkur hinn karlmennin hvernig þú reynir að bæta upp fyrir eitthvað sem þig vantar, gerir þig að talsmanni fyrir okkur? Ok, við skulum aðeins kíkja á þennan greinilega er þessi maður á góðum stað og í góðu jafnvægi, því að þetta hlýtur að teljast mjög eðlilegt að senda svona skilaboð til fólks, bara svona, að því bara. En mér langar engu að síður að svara spurningunni sem hann setti fram í lokin. Hvað gerir, af hverju tel ég vera einhver maður til að tala fyrir hönd allra, ykkar hinna? Og svarið er auðvitað, ég tel mig ekkert vera að tala fyrir hönd eins eða neins. Ég er einfaldlega að setja fram skoðanir sem að ég hef og það vill bara svo til að það séu mjög margir sammála þeim og það virðist vera að hljóta mjög góðan hljómgrum frá þeim sem að ég allavega vill vera að ná til. Og ég sé ákveðin vandamál, ég er að benda á þessi vandamál og í sumum tilfellum meira að segja hef ég hugmyndir að lausnum þessi vandamál. Og það þýðir ekki að ég sé með einhverja skyndilausnir, telji mig vera einhver töframann sem getur lagað allt og eitthvað svoleiðis. Þannig að já, þetta er ekki flóknara en það. Það er það sem ég hef að segja. Ég tel mig ekki tala fyrir hönd eins eða neins. Heldur er einfaldlega að setja fram mínar skoðanir, mínar hugmyndir og það vill bara svo til að það virðist vera einhver hljómgrunnur fyrir þeim.